Komið þið sæl, þetta 5. þátturinn velferðina og ég ætlaði að halda áfram að fjalla geðheilbrigðismál sem eru ofarlega í okkar huga hjá velferðarnefnd flokksins við undirbúning landsfundar. Í síðasta þætti þá ræddi ég við Ólaf Þór Ævarsson, geðlækni, og við ræddum þar ýmis mál sem að hann hefur komið að, en þessari umræðu alls ekki lokið og í dag hef ég fengið til mín doktor Nönnu Brím sem forstöðumaður geðheilbrigðisþjónustu Landspítalans. Ég var nýlega á aðalfundi Landssamtakanna Spítalinn okkar þar sem að Nanna flutti mjög áhugavert erindi, einkum húsnæðisvanda geðdeildarinnar eða geðþjónustunnar, og ég bað hann að koma til okkar og segja okkur frá því sem þar kom einmitt fram og fara svona í gegnum nokkrar glærur sem að hún var með. Vertu velkomin hingað til okkar, Nanna. Takk fyrir. Ef við byrjum á að fara aðeins yfir þessi mál sem snúa að þjónustu, geðheilbrigðisþjónustunni og umfangi hennar, bæði varðandi fjölda sjúklinga, starfsmannafjölda og fleira sem að snýra að þessari þjónustu. Hvað geturðu sagt það? Sko, geðþjónusta Landspítala náttúrulega mikilvægur hlekkur í geðheilbrigðisþjónustunni hjá okkur á Íslandi, og geðþjónustan að sinna einstaklingu með alvarlegustu raskanirnar, bæði til skamms tíma og til lengri tíma, í innlögnum eða í svo kallari ferliþjónustu sem eru göngudeildir og dagdeildarþjónustu. Og þetta yfirleitt, notendur þjónustun okkar einstaklingar með alvarlegar og oft á tíðum flóknar raskanir sem krefjast aðkomu svona þverfaglegra og sérhæfðra teyma. Og það kannski, og þetta okkar megin hlutverk. Og við erum með 45.000 komur á bráðamóttökun okkar og daggöngudeildir á ári. 45.000? 45.000, já. Á bara bráðamóttökun okkar eru cirka á ári rúmlega 4.000 komur. Það þessi sér bráðamóttöka sem geðþjónustan með. Það eru 2.000 innlagnir á ári og að baki þeim 1.200 einstaklingar og 41.000 rífilega komur í daggöngudeildir. Rétt rúmlega helmingurinn eru konur og 50 eru einstaklingar utan höfuðborgarsvæðis. Meðalaldur sjúklingahópsins 50 ár og 1.500 manns á ári sem í þjónustu hjá okkur eru yngri en 30 ára. Það starfa hjá okkur 600 starfsmenn í 440 stöðugildum og 2/3 þeir eru konur. Og við erum líka að sinna yfir 200 nemum á hver einasta ári. Þannig að það alveg heilmikil umsvif í þessari starfsemi, og við erum annars vegar með bráðaþjónustu fyrir bráð veikindi, og síðan erum við náttúrulega með sérhæfða þjónustu eins og maður með á Háskólasjúkrahúsi. Og svo þjónustu við aðrar einingar spítalans, og við erum líka með ráðgjöf landið og miðin. En þetta að aukast, sem sagt, þetta yngra fólk sem að koma núna heldur en var hér áður fyrir það? Hefur þetta yngst? Sko, ekki endilega, en bara innan geðheilbrigðiskerfisins erum við almennt að sinna yngra fólki heldur en kannski á spítalanum í heild sinni. Já. Þannig að alvarlegir geðsjúkdómar, þeir byrja hjá ungu fólki. Já, svo hefur maður heyrt talað það líka að það séu að eldri borgarar séu líka með mörg vandamál, geðheilbrigðisvandamál á hjúkrunarheimilum. Alveg klárlega. Og þar erum við með stóran hóp notenda þar sem við þurfum að efla þjónustuna. Það engin spurning, þetta vaxandi hópur. Og þar þurfum við að gefa í og bæta þjónustuna, það engin spurning. En hvernig þá þjónustan utan höfuðborgarsvæðisins? Sko, Landspítalinn náttúrulega Landspítali allra landsmanna og á að sinna öllu landinu, og þar erum við í rauninni kannski í besta falli að sinna ráðgjafarþjónustu.
við viljum hins vegar bæta verulega þjónustuna við landsbyggðina með margvíslegum hætti og við sjáum mörg tækifæri núna eftir COVID þar sem við höfum gefið í hvað var það svona fjarheilbrigðisþjónustu og erum að prófa alls konar leiðir, bæði að geta verið með góð meðferðarsamtöl bara í gegnum vídeó og höfum verið að þróa það aðeins með Heilbrigðisstofnun Vestfjarða og höfum hugmyndir að gera það víðar á landinu, þannig það ýmislegt spennandi þar. Almennt séð á landsbyggðinni verið að byggja upp geðheilsuteymi í tengslu við heilsugæsluna sem náttúrulega bara mjög góð þróun. Vandinn þar í rauninni bara að fá nægilega mikið af fagfólki, hvort sem það eru geðlæknar eða geðhjúkrunarfræðingar eða sálfræðingar. Því það náttúrulega kannski svolítið nauðsynlegur þáttur til stuðnings þessara teyma. Já, auðvitað, það oft vandinn sko. Já. En nú staðan á Íslandi þannig við erum með eitt sjúkrahús, aðalsjúkrahús, Landspítala en í nágrannalöndunum þá erum við með miklu fleiri sjúkrahús. Hvernig staðan til dæmis í Danmörku? Eru mörg geðsjúkrahús þar og hefur þetta tekið miklum breytingum á undanförnum áratugum? Já, sko í Danmörku að þá hafa þau þannig þetta stærra land og fleiri fólk og ég hugsa að sko miða við, ef við berum okkur saman við til dæmis Danmörku, þá erum við ekkert endilega illa sett hvað varðar sko fjölda geðsjúkrahúsa. Við erum hins vegar með færri pláss heldur en gengur og gerist í samanburðarlöndunum, þannig að færri legupláss. Það sem Danirnir hins vegar hafa gert og hafa verið að gera á síðustu árum, það að þau að breyta alveg sko hvernig sko umgjörðin eða semst húsnæði þjónustunnar og þau núna á einhverju 10 ára bili að byggja 12 ný geðsjúkrahús alveg sko frá grunni. Þau eru bæði að sameina kannski einhverjar einingar saman en þau eru að byggja alveg sko 12 ný sjúkrahús, geðsjúkrahús, nú þegar nokkur búin að rísa og eru fyrirhuguð núna á næstu 5-10 árum að klára þetta verkefni. Já, þú varst með myndir, mjög skemmtilega myndir af þessum geðsjúkrahúsum, þar sem allt umhverfið miklu skemmtilegra og meira möguleikar í útivist og hreyfingu og öðru slíku. Já. Sko það sem Danirnir að hugsa og það sem maður í rauninni að hugsa í dag þegar maður að skoða húsnæði geðþjónustu, það að við húsnæðið á í rauninni að styðja við meðferðina og stuðla bata. Þannig við tölum þá svolítið batamiða húsnæði. Við viljum að húsnæðið sé þannig hannað að það hjálpi notenda þjónustunar að líða betur og eflir hann og í rauninni vinnur með okkur í því að stytta líka bara legutíman og koma fólki aftur út í lífið. Já. Og það hugsunin á bak við það sem Danirnir hafa verið að gera. Þannig þeir hafa sko, þú veist það ekki bara það að þeir séu að byggja ný geðsjúkrahús, heldur þeir leggja mjög mikla vinnu í það að hanna rými og húsnæði sem gerir þetta. Já. Fyrir einstakling með alvarlega geðsjúkdóm sem þarf að leggjast inn, það gild alveg sömu, sko hann hefur sömu þarfir og einhver sem leggst inn sko á almennt sjúkrahús, sko hvað varðar umhverfi og annað. Og þannig að notendur geðþjónustunnar hafa alveg sömu þarfir og allir aðrir. Og til dæmis nú verið að byggja og nú rís þessi stóri meðferðarkjarni á Hringbrautarlóðinni. Það sem virkilega búið að hugsa út í þessa hluti. Rýmið, þar eru einbýli, sérklósett, þar hugsað birtustig og litaval og annað. Allt gert til þess að sko, hjálpa til við batasjúklinga og sömu lögmál og reglur og gilda náttúrulega líka einstaklinga sem þurfa á geðþjónustu að halda. Já, þess vegna má segja að sko, þegar við erum að tala nýja Landspítala og verða að byggja nýja Landspítala, þá það náttúrulega fyrst og fremst núna meðferðarkjarninn og síðan á alveg þetta að leysa sko, geðheilbrigðis
deild eða geðheilbrigðis spítala hlutan og það er náttúrulega spurning núna hvort það sé ekki komið að því að taka geðþjónustuna og byrja að vinna með hana hvar ætti hún að vera í framtíðinni, hvers konar húsnæði og svo framvegis. Það er eins og kom fram hérna á einni myndinni, þetta er á mörgum stöðum í borginni og mjög gamalt húsnæði, tvíbýli og ekki aðlaðandi fyrir einmitt sjúklingar sem eru með geðræn vandamál. Og það er alveg rétt hjá þér. Það er, geðþjónustan er staðsett núna, kannski á 2 meginstöðum. Það er á Hringbrautarlóðinni, í geðdeildarbyggingunni þar og síðan inn á Kleppslóðinni í nokkrum húsum og svo erum við með líka þjónustu á Laugarásvegi 71 sem er mjög flott þjónusta fyrir ungt fólk með gerfisjúkdóma og svo erum við ennþá með þjónustu á Hvítabandinu í gamla húsinu hann á Skólavörðustíg. Mjög fallegt húsi en það liggur, það þarfnast mjög mikils viðhalds þannig við erum í rauninni bara að flytja þjónustuna úr því húsi og svo vorum við líka með þjónustu á Reynimel 55 en höfum þurft að flytja þjónustuna bara neyðarflutningum úr því húsi af því þar kom upp mygla. Þannig að svona megin starfsemin verður núna fyrst og fremst í þessum 2 stóru kjörnum sem eru Hringbraut og á Kleppslóðinni. En þetta eru gamla byggingar, slitnar, algjörlega úr sér gengnar og barnsins tíma. Og ég er svo sem alveg sammála því að maður getur kannski ekki gert alveg allt í einu. Ég er kannski aldrei óþolinmóð og nú finnst mér tími til komin að fara að nú þarf virkilega að fara að skoða húsnæði geðþjónustunnar. Og ekki bara af því að það er gamaldags, heldur líka bara það er svo mikil þörf á viðhaldi og breytingum á húsnæðinu. Ef maður ætlaði að fara bara út í það kostar það er mikill kostnaður í því. Og það er held ég bara mjög skynsamlegt núna að setjast niður og fara að gera langtíma áætlun fyrir geðþjónustuna út frá bæði stöðunni á hvernig húsnæði núna, en líka bara út frá nútíma þörfum. Út frá því sem maður, út frá því sem við gerum kröfur til í dag og það eru bara ekki sömu kröfur að voru gerða fyrir 50 árum til dæmis þegar geðdeildarbyggingin á Hringbraut var byggð. Þetta eru svo gamlar byggingar í raun og Danir eins og varst að nefna, þeir bara byggja nýtt húsnæði utanum þær nýju þarfir sem eru uppi og auðvitað þurfum við að horfa á þetta þannig að það er verið að byggja utanum ákveðna þörf. Það er að skilgreina hana, fara í þarfagreiningu, staðarval og svo framvegis. Og mér finnst þetta bara hárrétt að eins og ég skil þetta í dag að þá er staðan slæm bæði til skemmri og lengri tíma litið í raun. Það er hinn sorglega staðreynd og til skemmri tíma er það náttúrulega þetta viðhald og það að við erum með tvíbýli, það eru 3 til 4 sem deila klósetti og sturtu og kannski eitt af því erfiðasta fyrir okkur, það er að það er svo erfitt aðgengi út í undirferðsloft og við erum með einingar þar sem er fólk sem er mjög veikt og þarf mikinn stuðning og góða ramma og það sem Danirnir hafa verið að gera til dæmis á sínum nýju sjúkrahúsum, það er að allar deildir hafa beint aðgengi út, þannig að útivistarsvæði sem er kannski bara svona afmarkað af byggingum er samt sem að bjart og það er gróður og þetta verður bara partur af legudeildinni sjálfri. Þannig að þú getur sér notandi þjónustunar, verið inn í herbygginu þínu, þú getur labbað út og gegnum setustofuna, út í garð, inn aftur. Þetta er einmitt svo flottar myndir af þessu sem að þú varst með og líka fyrir gesti sem er að koma fyrir fjölskyldu, herbyggi og slíkt. Já, og það er til dæmis okkar byggingar bara, sem er mjög erfitt fyrir okkur líka og daburt og það er að við höfum ekki góða aðstöð til að taka á móti aðstandendum. Og það kemur náttúrulega svolítið fram í myndunum frá hérna sem ég hef verið að sýna ykkur að það er verið að leggja áherslu á að það sé bjart og þeir hafa til dæmis á sjúkrahúsinu í Sleigilsi á Sjálandi sem var opnað held í 2015 eða 2016 að þar stúdur þeir mikið og léku sér með einmitt lýsingu og litaval sem er mjög skemmtilegt og allt öðruvísi
ef maður ber það saman við gráu gangana á geðdeildinni á Hringbraut sko, þá sér maður bara hvað þetta getur orðið, hvað þetta getur verið mikill munur og sko, og málið að inn á geðdeild þá þarftu að vera með húsnæði þar sem notendum líður vel. Það sem líður ekki eins og sko, veggirnir sé að þrengja að þér. Nei. Og það sé eins og eitthvað svona fangelsisútlit. Þetta svona fangelsislegt svolítið, það verið að halda fólki að það inni. Já, þú vilt hafa þetta vistlegt að þú vilt að notendum og aðstandendum líður vel og þú vilt auðvitað líka að starfsmönnum líður vel. Já. Og við vitum það að eitt af vandamálum geðþjónustunnar að fá starfsfólk, fá öflugt fagfólk og halda því hjá okkur. Við erum ekki alveg samkeppnishæf launakjör og það myndi hjálpa okkur verulega líka bara sko fyrir starfsemina að vera með húsnæði líka bara sem starfsmönnum líður vel í. Og húsnæði þarf einhvern veginn líka að endurspegla, það þarf að vera öruggt, af því það náttúrulega eitt af okkur hlutverkum líka og við erum, flestar innlagnir hjá okkur til dæmis eru til þess að tryggja öryggi. Þannig húsnæði þarf að vera örugt. Á sama tíma þarf það að vera vistlegt og endurspegla svona ró og frið og þú þarft að geta komist auðveldlega út undir bert loft. Já. Og til dæmis eitt af því sem gerir það flókið fyrir okkur þegar við erum ekki með beint aðgengi út, það til dæmis fyrir fólk sem veipar eða reykir. Að það getur, við þurfum algjörlega að hafa fasta tíma sem fólk getur farið út af því við þurfum að fylgja þeim langa leið í gegnum geðdeildarbygginguna áður en það kemst út undir bert loft. Þetta bara segir okkur það að sko, við erum bara rétt að byrja uppbyggingu á Landspítala með þessu verkefni sem í gangi núna og það nú sem betur fer komið stýrihópur sem á að horfa yfir allt sviðið og gera áætlun til næstu ára og áratuga hvernig við ætlum að byggja þetta upp af myndarskap og þannig að þetta frábært innlegg inn í okkar stefnu að húsnæðismál geðdeildar verða að komast á blað og það verður að komast í stefnuskrá næstu ríkisstjórnar að vinna að þessu verkefni númer 1, 2 og 3. Já. En að því sögðu þá vil ég bara þakka þér kærlega fyrir komuna hana og gangi ykkur bara sem allra best og fyrir ykkur sem hafa verið að fylgjast með okkur, þá bara þakka ykkur fyrir áhorfið og við sjáumst fljótlega aftur. Takk fyrir.